Já, Kári, þú mættur í FH, bara hvernig kemur til? Þetta byrjar rauninni bara þannig að eftir tímabil núna í október þá byrjar að heyra umboðsmanninn mínum og síðan það búið að vera svolítið langt ferli, 2 mánuðir eða svo, sem búið að reyna að ná saman kaupverð og svona. Og síðan þetta svolítið fljótt að gerast eftir ég fæði hitta þá, tekur einhverja viku og bara klára á föstudag, æfing á föstudag og leikur á laugardag, þannig fljótt að gerast í lokin. Vissirðu, þú veist, fyrir 2 mánuðum að þetta myndi gerast? Nei, þetta var alveg erfið ákvörðun að taka og síðan alltaf bara hvort þeir myndi ná saman verðið eða ekki, þannig nei, ég var ekki 100% á því, en ég vissi að þetta var alveg möguleiki að gerast. Var þetta eitthvað óþægilegt, þú veist, þessi bið eða þú veist þessi tími, þessi óvissa? Já, þetta var alveg smá óþægilegt, sérstaklega bara svona gagnvart verkefni í Þrótti, skilur að vera kannski ekki alveg 100% stað, þetta vera alltaf að pæla í þessu og hvort þeir sé að ná saman verð og svona, en þetta var alveg smá óþægilegt, en eins og Venni var alltaf að segja við mig bara halda einbeitingu á verkefni sem ég var í og sjá sér hvað myndi gerast. Talandi bara verkefni á Þrótti, þú í fyrra, var ekki möguleiki fyrir það að fara í fyrra líka? Jú, það var eitthvað eftir tímabilið í fyrra en það var ekkert sem að hyllaði of mikið. Bara alltaf með geggja lið í Þrótti og allir að keyra út að fara upp, þannig á þeim tímapunkti var sem best að taka 1 ár viðbót en það var aðeins þannig núna. Var ekki, þú veist, ef þú horfður tilbaka, var einhver eftir sig að fara ekki strax í bestu? Ég náttúrulega veit það ekki, það er erfitt að segja núna sko, en mér finnst ég alveg vera á góðum stað núna. Ég er ekki viss ég að vera alveg 100% klár í alvöru hlutverki fyrir í bestu, þannig að kannski var betra að taka 1 ár viðbót í lengjunni. Hvernig líst þér að fá? Mér líst mjög vel á félagið sko. Þetta er alvöru klúbbur, eins og allir vita. Frábær aðstæða til að bæta sig, teymið er gott og já, hópurinn bara skeggjaður, það sem ég hef séð fyrstu dagana sko. Hvert er svona markmiðið á þér og liðinu? Ég er nú ekkert búinn að pæla rosa mikið í markmiðinu á mér en ég heldur ekki FH. Við ætlum bara að byrja á því að búa til alvöru leikstíl og fara að drilla þetta bara í 3-4 mánuði. Jói að koma inn með sínar hugmyndir og mikið að fara yfir og læra og svona og síðan þarf ég bara að byrja að virða þetta skref. Þetta er alveg skref úr lengjudildinni í bestu. Ég þarf að koma mér í alvöru stand og mattsa þetta. Ég fann það alveg strax í leiknum á laugardaginn að þetta er hærra tempo og svona, þannig ég þarf bara að fara fullt núna að koma mér á þetta level. Áður en ég fer að setja eitthvað í yfirlýsingar með mörk eða stóðsendingar eða eitthvað svoleiðis. Hvernig var samtalið við Jóa? Það var bara gott. Hann var mjög spenntur fyrir þessu sjálfur, það heillaði mig. Daví líka, svona alveg fótboltagæjar sem eru með mikla reynslu sjálfur að spila og Jói náttúrulega að þjálfa og ég sá strax bara að hann með skýra sín hvernig hann ætlar að gera þetta og bara spennandi sko. Bara þú veist þegar þú ert að koma inn í FH, þú ert að koma inn á bara miðju sem er bara á þínum aldri, hvernig líst þér á það? Mér líst bara hörku vel á þetta, þetta eru alvöru gæjar. Þetta eru allir landsliðsmenn í gegnum árin og þetta verður hörku samkeppni en bara geggjað. Við getum allir hjálpa okkur með öðrum að bæta okkur. Ég meina Baldur og Tommi og Bjarni, þetta eru bara geggjaði gæjar og ég sé þetta eru góða liðsmenn líka þannig þetta verður skemmtilegt. Við förum aðeins tilbaka á síðasta sumar. Varstu nálægt í að fara út til Danmerkur? Sko eins og ég var búinn að segja þá var þetta svolítið basl með þjálfarinn þarna, hætti daginn eftir og þetta var vesen. Og ég var líka eiginlega nýbúinn að koma úr þessari innkynningasótt þannig þetta var kannski ekki besti tímapunkturinn og síðan vorum við að detta í alvöru topparáttarnir lengjudildinni líka þannig þetta var svona kannski ekki alveg tímapunkturinn. Þessu upplifun, var þetta eitthvað svona, já, mér langar í þetta, mér langar í atvinnumennsku? Já, klálega, þetta var eitthvað sem maður sá að var alvöru umgjörð eftir á mótnana og bara alvöru utan allt. En mér finnst alveg FH að vera frekar nálægt þess að ég sé, þú veist ég kannski að æfa aðeins seinna á daginn þá er allt til alls í Kaplakrika til að búið til alvöru umhverfi og manni lífið bara eins og maður sé í rauninni atvinnumanna dæmi sko. Er það eitthvað svona bak við þeirra? Bara ef ég á gott tímabil 1 eða 2 með FH eða hvernig það er, þú getur farið út? Það er klárt sko, ég held að FH sé líka að það er svona nýja stefna þeirra að spila þessum ungu leikmönnum til að geta búið til einhverja pening úr þeim. Það er ekki bara, já, þannig það er klárlega það sem við vorum bæði með í huga, FH og ég. Er erfitt að fara frá Þrótti? Já, það var náttúrulega gríðarlega erfitt. Þetta var hrikalega erfiður endir þarna í fyrra og það er leiðilegt að skilja við liðið eftir á þessum stað. En ég held að liðið sé samt ennþá í toppmálum þó að ég fari, það er alveg 100%. En þetta var mjög erfið ákvörðun. Er eitthvað svona, þú veist, einhver leikur eða eitthvað svona sem setur í þér eftir þetta tímabil? Það var náttúrulega Þórsleikurinn, það hefur vel að segja það, úrslitaleikurinn og það var eiginlega einn af okkar betri leikjum í sumar. Það var eins og maður heyrði Sigga að tala og fleiri leikmenn bara við hefum verið helvíti góðar á móti en svo var svolítið súrt. Það kannski bara vantaði þetta killer instinkt í okkur til að klára leikina eins og kannski einkennir oft svona yngri lið, þeir voru með reynsluna og bara vissi nákvæmlega hvernig þeir ætluðu að klára hennar leika meðan við bara vorum ungir og graðir og spilum vel en það var ekki nóg því miður þannig að já, sáleikur var frekar súr sko. Hvernig heldur að verða að fylgjast með Þrótti núna?
það verður bara skemmtilegt. Þetta náttúrulega eitt skemmtilegasta lið landsins að horfa á, þannig það verður bara gaman að vera í stúkunni og sjá þessa veislu. Hvað tekur svo núna við hjá FH? Þetta bara æfingar fram á jólum og svoleiðis? Það bara þessi vika og einn leikur á föstudag og síðan bara komið jólafrí. En væntanlega eftir alvöru yfir hátíðarnar. Bara takk fyrir þetta, Kári. Takk hérlega.